Já, komið sæl og velkomin í eitt og annað. Það sígilt að tala það að það sé vöxtur í ferðaþjónustunni sem að, jú, hann auðvitað en hann ekki síst aukist áhuginn hjá okkur Íslendingum á okkur eigin landi, ekki bara hjá erlendum ferðamönnum. Við ætlum að kíkja ferðaþjónustuna í þessum þætti og ætlum að byrja í Mývatnssveit og skoða hana úr lofti og á láði. Mývatn hefur löngu verið vinsæll áfangastaður ferðamanna á ferðum Ísland. Stórbrotnar náttúruperlur og gróskumikil ferðaþjónusta spilar þar stórt hlutverk. Geotravel og Mýflug eru tvö slík fyrirtæki sem þekkja Mývatnssveitina vel út frá tveimur mismunandi sjónarhornum, annars vegar af landi og hins vegar úr lofti. Mývatn hefur rauninni rosalega mikið úrval af alls konar bæði gistingu, veitingastöðum og ferðaþjónustu á frekar litlu svæði. Svo náttúrulega Mývatn það er mjög mikið, þetta er svona náttúruparadís, mikið af alls konar dóti, alls konar hlutum að sjá. Ég meina við erum með hérna nýlegt hraun, við erum með gervigígana, við erum með dimmuborgir, svo erum við náttúrulega Jarðböðin, þetta var í bað. Það eru 14 eða 15 vínveitingastaðir hringinn í kringum vatnið á þessu litla svæði. Flestir veitingastaðir líka. Það er nóg af mat að hafa. Og þið hjá Mýflugi, þið eru að fljúga yfir svæðið. Eitthvað sem jafnast á við það að sjá svæðið að ofan? Nei, það er auðvitað alveg mjög gott að geta boðið upp á það og við erum búin að vera með þetta útsýnisflug í yfir 30 ár og bjóðum upp á 6 mismunandi túra, bæði bara yfir vatnið og svo náttúrulega yfir Öskju og Kverkfjall og svo út yfir allt Jökulsárgljúfur og oft á tíðum náttúrulega eins og kannski fyrst á sumrin og þá er ekki hægt að komast á bílum, þannig þá er þetta frábær möguleiki að geta boðið upp á og svo fljúum við líka út í Grímsey. Hvernig er svona staðan í ferðaþjónustu á Mývatni, ekki bara nóg að gera? Jú, ég held að menn hafi verið að finna fyrir svona kannski ákveðinni stöðnun í aukningunni í sumar en sem er kannski ekkert óeðlilegt. En annars hefur þetta verið svipað. Reyndar í útsýnisfluginu okkur í sumar, það var pínu erfitt, veðrið var ekki, við erum náttúrulega svo rosalega háð veðrinu. Það var ekki að hjálpa okkur, þó að okkur finnist hafa verið gott veður. Það var oft sem var skýjað og en þetta svona slapp alveg og ferðaþjónustan bara blómstrar held ég. Hvað er það helsta sem fólk nefnir við upplifununa að fljúga með ykkur? Sko það er eiginlega bara þannig að það er alveg hending ef það kemur einhver úr flugi sem er bara ekki alveg rosalega ánægður. Ég held bara að sé eiginlega allt sem að fólkinu finnst stórkostlegt að sjá á lofti. Við lækkum flugið og lendum aftur. Það er komið að honum Antoni á Geotravel að fara með okkur í ferðalag Mývatnssveit. Við erum hérna fyrirtæki sem var stofnað í Mývatnssveit af landvörðum og leiðsögumönnum fyrir 9 árum síðan og höfum svona einblínt á smáatriði. Köllum þetta slow travel sem er svona yfirhugtakið þar sem við einblínum á upplifunina frekar heldur en endilega áfangastæðina. Við erum að reyna að horfa á upplifunina að ferðast Ísland. Við höfum lagt áherslu á Öskju. Askja hefur verið svona hjartað í okkar starfsemi í gegnum árin og núna erum við einnig með ferðir í íshellin Lofthellir í Mývatnssveit. Og þetta er svona kjarninn í því sem við erum að gera og síðan bjóðu upp á bæði svona fágætisferðir, fágætisferðamennsku eins og sagt er á íslensku, þú veist svona luxus þjónustu, þar sem við rauninni sérsníðum daginn fyrir hvern og einn, mjög skemmtilegt. Þið einblínið á upplifununa, hvernig er upplifunin? Það er auðvitað frábært tækifæri fyrir okkur sem leiðsögumenn að fá að vera með í upplifuninni, fyrir fólk sem að kannski alið upp í stórborgum út allan heim, að standa svo, og horfa yfir Öskjuvatn eitt í heiminum eða koma inn í Lofthellir þar sem að við erum að horfa á 100 ára gömul grýlukerti sem enginn hefur snert. Þetta er rosa sterk upplifun og það er svo gaman að fá að vera með. Það er gaman að fá að vera með fólkinu í þessar upplifun. Og ég er búinn að vinna við þetta núna í, ekki vera 9. árið sem að ég vinn sem leiðsögumaður. Mér finnst það alltaf gaman. Þetta er frábært. Þetta er náttúrulega geggjað að geta unnið við að vera út að leika sér. Og hvernig er það fyrir þig? Ert þú alltaf að sjá eitthvað nýtt í þessum ferðum? Ef ég myndi ekki sjá eitthvað nýtt á hverjum degi, þá var ég hættur þessu. Það er lykillinn. Lykillinn er það vita allir sem hafa ferðast Ísland maður getur aldrei klárað það. Ég bý í Mývatnssveit og Lofthellir er gott dæmi. Lofthellir, það er íshellirinn sem við förum í, ofan á Mývatnssveit.
ég sem sagt held skrá yfir hversu oft ég hef farið í hellinn. Og ég datt í 365 daginn, þá sem sagt 1 ár sem ég er búinn að vera í hellinum. Og ég tek alltaf með mér myndavélina og ég alltaf að sjá eitthvað nýtt og mér finnst þetta alltaf ógeðslega gaman. Mývatnssvæðið, eitthvað annað svæði sem jafnast á við þetta svæði á Íslandi? Sko, þessi spurning, það augljóst að svo ekki. Nei, við erum auðvitað mjög stolt af svæðinu okkar og Norðurland sem heild er orðin áfangastaður fyrir ferðamenn sem á fáan jafnan í Evrópu. En þú ert með alla þá þjónustu sem þú hugsast getur fyrir ferðamannin á pínu litlu svæði. Og þetta allt eitt svæði, skilur. Það hvað sem það Skagafjörður, Eyjafjörður eða Mývatnssveit. Þetta allt styður hvort annað. Ég að selja dagsferðir og til þess að ég ætti að vera með góða dagsferðir þá þarf að vera góð gisting, fjölbreytt gisting, góður matur, vel uppbyggðir áfangastaðir, öruggar samgöngur, flugsamgöngur sem kannski stærsta og sem við vonum að þetta verði styrkurinn í. Það meira flug beint hérna norður. Og fyrir ferðamann sem að velja sér að koma til Íslands núna, ef hann hefði tækifæri til þess að koma bara til Norðurlands, þá þarf hann ekki að sækja neitt annað. Að staldra við og gefa sér tíma eitthvað sem við mörg hver gerum allt of sjaldan í nútíma samfélagi. Tilhneigingin að reyna að komast yfir sem mest á sem styrstum tíma. En sjáum við ef til vill fram á breytingu í þeim efnum hægfara ferðamennska það sem koma skal. Ég vona það. Ég held og það hefur sýnt sig í ferðaþjónustu út allan heim að smáatriðin það sem skiptir máli og það skiptir máli að varðveita upplifunina. Og ein leið til þess að varðveita upplifunina það sem við köllum þessi hægfara ferðamennska eða slow travel. Þar sem menn að leggja áherslu á upplifunina sjálfa, dreifa álaginu á marga mismunandi staði og ég vona það leiðin, það held ég leiðin áfram. Íslenska geitin í útrýmingahættu og á Háafelli unnið að verndun geitastofnsins. Ekki nóg með það heldur geiturnar þar líka heimsfrægar og nokkrar þeirra fóru með hlutverk í Game of Thrones. Geiturnar á Háafelli í Hvítársíðu löngu orðnar heimsfrægar sem og geitamóðirin sjálf, hún Jóhanna. Tengdasonurinn Mummi hins vegar að stíga sinn fyrstu spor sem geitahirðir og okkur langaði að vita hvað væri framundan á geitfjársetrinu. Við erum til að reyna bara að halda fram að koma svo kortið og lifa af geitunum og náttúrulega túristanum líka. Blanda þessu saman svolítið, eða ekki? Já. Þetta blandast mjög vel saman. Og svo ég svo heppin með tengdason sem hefur áhuga fyrir efninu og svona óragari en ég við að pröfa eitthvað nýtt. Ég náttúrulega svolítið kannski föst í einhverju sama farinu sko. En þetta allavega stækkar stofnin og heilbrigðar skepnur og það það besta. Tengdasonur, byrjaðu með dóttirinnar út að þú varst hrifin að geitum eða þetta hinn áttina? Já, foreldrar áttu jörð þannig að það var séns. Nei, það var nú bara ást sem kviknaði á Hvanneyri því að ég fór sjálfur í Landbúnaðarháskólann og lærði umhverfisskipulag og kynntist Elsu. Já, það má segja að ég hafi gift mig inn í fjölskylduna og mér finnst bara mjög gaman að hafa nóg að gera og elska það bara að vera í sveitinni. Sjálfur ég borinn og barnfæddur Reykvíkingur en var alltaf í sveit sumri sem strákur og þannig að það svona rennur aðeins sveitablóð í mér. Eruð þið undirbúin undir sumarið? Við erum aldrei undirbúin. Maður alltaf að nota þessa mánuði til þess að undirbúa eiga lager og hafa allt snyrtilegt og fínt og svona. En svo bara túristarnir farnir að koma, þetta sé ekki bara frá byrjun mars búin að vera túristar svo til allra daga. Bæði sem að gera boð á undan sér og það erfitt að segja nei ef fólk vil koma og náttúrulega gott að fá peninginn. En það þannig að maður þarf að hugsa svolítið öðruvísi og þá náttúrulega gott að vera 2 eða 3 í þessu heima. Þorbjörn náttúrulega, hann sér skepnuna mestmegnis og allt svona út í verkin. Og við erum núna sem sagt að reyna að líka koma sér svolítið í svona fastara form með að vera helst án plasts og án losa okkur við svona þetta einnota dót allt saman. Mummi náttúrulega akkurat maðurinn í að koma inn í svoleiðis með sitt umhverfisskipulag og Elsa náttúrulega með náttúrufræðasögu þannig að þau eru bæði miklir umhverfissinnar. Já, svo erum við núna sem sagt að fara að taka í gagni rafbílahleðslustöð til þess að rafbílaeigendur geta sér fært að taka rúmt úr bænum og eða hvaðan sem og fá þá að hlaða bílina meðan heimsókn stendur.
Þannig að þetta svona okkar framlag kannski má segja í svona samfélagsábyrgð og til að taka þátt í þessum orkuskiptum svokölluðu. Það ótrúlega spennandi og passar ekki akkurat í heimsókninni því að þú verður að stoppa dálitla stund til að fá að... Jú, við segjum nú yfirleitt svona, klukkutími, það svona eiginlega lágmark í heimsókn og þetta nú ágætlega öflug hleðslustöð þannig að bíllinn ætti nú að vera komið með þó nokkra kílómetra inn á sig til þess að geta komist í burtu svo aftur. Já, þetta svona, við byggjum heimsóknir upp og það við reynum að fræða fólk því það ennþá ótrúlega margir Íslendingar sem ekki vita neitt geitunar okkar. En það þó flestir sem vita að það eru til íslenska geitur sem var mjög margir sem ekki vissu því ég byrjaði. Þannig að við reynum að hafa það þannig að allir gestir fái persónulega fræðslu bæði geitina sögu geitarinnar, afurðir, hvað við erum að gera og erum búin að vera að gera. Og það skemmtilega er að við erum fann að fá töluvert af fólki erlendis frá sem kemur að því vinir að sögðu þeim að þetta væri the highlight of the trip to Iceland. Og það svolítið skemmtileg setning að fá, það hlýjar manni. Svo sem sagt erum við alltaf að auka svolítið framleiðslu í gúrmi mat. Reynum að koma fólki upp á afurðirnar. Við erum að fara að mjólka vonandi í fyrramálið. Og það eru nokkri veitingastæðir farin að nota fetaostinn. Og svo Krauma í nágrenninu og þeir náttúrulega eru í miklu uppáhaldi því þeir eru með háafellsplatta með geitaafurðum. Bæði kjöt og pilsur og osta. Og það er bara þetta að fá 2 veitingastæði sem að virkilega vilja nota afurðirnar. Það er kannski nóg fyrir 1 bíl en þetta er búið að vera aldrei langur tími að bíða eftir einhver hafi kjark til að nota afurðirnar. En svo seljum við náttúrulega langmest heima því við erum náttúrulega með bæði ís, geitamjólkur ís sem fólk er mjög hrifið af. Og pilsur og nú vorum við að fá patje sem að bragðast mjög vel og við erum með nokkra tegundir af fetaostum svo svona hlaup og sultur sem passa með patjinu þannig að við gerum sápur úr mjólkinni sem að fólk þekkir orðið nokkuð vel og kreminn sem ég býtur úr tólkin er ég fann að senda út allan heima á eftir fólki sem að vill meira. Já, það hefur prófað. Alltaf viltu þú eitthvað leggja til hérna? Já. Þetta er bara sýning hvað ég er falleg. Kannski er hann hrædd í dúskinn hérna, þetta er ekkert óvart. Gyðlingar eru ekki mjög hræddir. Þeir eru mjög forvitnir. Já, það. Þeir eru aðeins að skoða allt og þefa og smakka. Þú hefur alltaf verið svo ástfangin af geitum. Já. Af hverju? Ég veist ekki neita því. Ekki þessi erfitt að skilja það, en mér langar að heyra þín orð. Börnin mér segja stundum mér ekki veit geitunar en þau, en það er ekki rétt. Ég myndi nú taka þau fram yfir. En ég get ekki útskýrt af hverju. Mér alltaf langaði geit frá ég var lítil og Heiða var náttúrulega uppáhaldsbókmenntirnar. En svo líka er svolítið gaman að segja frá því að það bæði kom sænskur dýralæknir, Kalle Hammerberg, sem er sérfróður geitur. Og hann sagði okkur að Ísland væri sennilega eina landið í heiminum þar sem geitastofn lifir á grasi en ekki trjágróðri. Því þær eru náttúrulega eins og dátirinn, þær eru laufætur og sem sagt vilja éta upp fyrir sig, eru nartarar en ekki grasbítar. En sennilega er það ástæðan fyrir að mjólkin er svo sæt og bragðgóð hérna, það kemur aldrei af henni þetta þessi geitakeimur sem kom stundum á haustin með ég gaf þeim kúakögla en kemur aldrei núna, það er fínasta bragð af mjólkinu fram í desember þegar ég gef þeim bara hafrana. Og eins fór ég á námskeið fyrir hjá ostagerðarmeistara sem ferðast heiminn og kennir fólki að meðhöndla ógerilsneyta mjólk, algjör snillingur. Og hann vildi meina að það væri gallið við geitamjólk, það var svo erfitt að gera góða jógúrt og erfitt að gera smjör því það jógúrtið er slímkenndara. Og ég sá hann ég gerði gott jógúrt og fekk skrítið augnaráð svona fyrsta daginn. Svo gerðum við jógúrt og hann segist aldrei hafa kynnst svona geitamjólk, það var bara að vera víð í heiminum með námskeið. Að hann hefði aldrei kynnst geitamjólk þess að þú fær þykka og góða jógúrt, þú getur hrist þetta fína smjör og að bragðgæðin eru þannig að flestir á námskeiðinu taka bragðið að geitaafurðunum fram yfir kúaafurðunar. Þó við værum með ferska kúamjólk líka og ferska geitamjólk. Þetta sagði hann að væri mjög nýtt fyrir sér og hann ætlar að senda mér, er búinn að lofa að senda mér póst þetta sem ég geti svona birt. Já, íslenska geitin, hún er alveg hreint mögnuð. Nú tökum við stutt hlé, kíkjum í auglýsingar og það var nú ekki alvarlegt að hafa smá geitaost með því. Á ferðalagi landið þarf maður að passa sig að vera ekki í endalausu kapphlaupi alltaf við tímann og leyfa sér stundum að stoppa og njóta. Fyrir austan leita ég svara við spurningunni hvar maður að stoppa bílinn, fara út og skoða perlu landsins.
Ég velti því fyrir mér á ferðalagi mínu Fljótsdalshérað hvers sé best að stoppa bílinn, fara út og upplifa landið og náttúruna. Hvar leynast perlur Fljótsdalshéraðs? Ef einhver getur svarað því, þá það hún Hjördís Hilmarsdóttir sem hefur einmitt unnið að því að skrásetja og merkja þessar perlur. Þetta byrjaði 2007 og þá var það þannig að við settum nokkur niður, þannig að Karin Erla Erlingsdóttir og nokkur úr ferðafélagsins og ég, og vorum að reyna að finna út eitthvað spennandi fyrir fólk sem að getur kvartað til að fara út og ganga saman. Við vorum ekki að spá í ferðamanni þá. Og þetta bara við sóttum styrk og fengum styrk í verkefnið og fórum með stauka á 18 staði og gestabækur og stimpil og þetta hófst bara með svona hvelli og var mjög vinsælt fljótt. Og við höfum bara verið að þróa þetta síðan og núna í dag eru 28 perlur. Það voru sem sagt 18 í byrjun og við erum komið með mjög flotta myndskreyttan bækling og við erum með skilti uppkasta hverra gönguleiðar og einnig eru allar perlurnar komnar í gönguapp sem heitir vapp.is og ég hvet fólk til að kynna sér það. Það er mjög skemmtilegt. Og þú getur þá farið og safna þessu stimplum þegar þú ferð á gönguleiðarnar og safna þá perlum í sarpinn? Já, það er einmitt þannig. Það er stimpil, maður fær sér stimpilkort og maður þarf að safna 9 perlustimplum og hver staður má bara koma einu sinni. Og svo skilar inn kortinu inn á haustinn og þá er pottur og dregnir út góðu vinningar. 28 stykki, við getum ekki farið yfir allar, en hvar á ég að byrja? Hvar á að byrja þar eftir hvort þú vilt fara réttu leiðirnar. Maður gerir það oft með börnin eða fólk sem er að byrja að ganga. Eða hvort þú vilt fara á fjöllin og Stórurð og Þerribjörg, sem er náttúrulega, Þerribjörg og Stórurð er einn af flottu staðir á Austurlandi, segi ég. Og allir ætti að koma þangað sem mögulega geta. Maður á nú kannski getað að spurja þið út í hver eru uppáhaldsstaðir að gera upp á milli, en hver eru uppáhaldsstaðir? Það er voða erfitt að gera upp á milli eins og þú segir. Og sérstaklega, sko, það eru 2 sem standa upp úr, það er þannig. Það er Stórurð og Þerribjörg og ég get eiginlega ekki gert upp á milli þeirra. Svo held ég uppáhaldsstaðurinn minn af svona léttari ferðum að landsendi í Jökulsárhlíð og það er bæði svona aðgengilegt og mjög fallegt og svo mikið saga þar, þannig að það er mjög skemmtilegu staður en svo ef þú kannski spyrðum á morgun þá myndi ég segja einhvern allt annað stað. Þetta eru líka settar upp þannig leiðirna, þú getur verið að fara með börnin þín, þú getur farið lengri leiðir, það geta þá allir fundið einhverja leið. Já, það ætti að geta, allir geta farið einhverja leið. Og það er hægt að keyra nánast að sumum, sko. Þannig það er líka gaman. Það er líka gaman að geta farið með fólk sem ekki gott með gang. Fara með það einhverju perlinni. Svo sem segir, það er svo margt sem spilar inn í upplifunina, þannig að þó maður sé búin að fara einu sinni, þá getur maður alveg farið aftur. Já, almáttur. Ég er örugglega búin að fara 100 sinnum til þessi Stapavík eða eitthvað. Og mjög ofta marga staði, Hengifoss og svona, því að svo þarf maður alltaf að bæta gestabókum við og stimplum eða bíla og svona. En ég sem sagt sá þetta verkefni frá byrjun og þangað til síðustu áramót og þá tókum við verkefninu þjónustusamfélagið í samvinnu við ferðafélagið. En svo er eitt, við erum alltaf að groppa okkur Íslendingar að fallega landslægin okkar, svo keyrum við í gegn og jú, við sjáum það en svo er allt annað að stoppa og fara út, þá fyrst fyrir við að upplifa þetta stórbrotna landslag. Já, það er alveg satt, sko. Það er svo mikið virði að vera líka bara, þetta er fámenni staðir yfirleitt, nema kannski Hengifoss og Fardagafoss. Maður er oft einn þarna, eða þessi litlu hópur sem maður er með og maður nýtur þess mjög vel. Síðan er annað hérna, heiðabílinn. Já. Segðu okkur frá heiðabílinn. Já, það kom til út af því að þetta gekk svo vel með perlurnar. Þá datt okkur Karin Erlu í huga að heiðabílinn geti verið gott efni í svona svipaðan leik. Og við erum sem sagt, fengum styrk hjá innanríkisráðuneytinu á sínum tíma og í samvinnu við Vopnafjörð og Fljótsdalshérað þá settum við upp 22 stauka. En þetta svæði er einmitt svona svæði eins og þú varst að segja áðan. Ég keyrði bara alltaf þarna í gegn. Ég leit ekki til hægri né vinstri, mér fannst ekkert væri að vera þarna á heiðinni, sko. En í dag veit ég ekki skemmtilega en að vera þarna frá heima á einhverju eyðibílinu og náttúrulega hlusta á sögur, það skemmir ekki og njóta náttúrunnar.
Það gefur staðnum hlýtur að vera eitthvað sérstakt að vita söguna að baki. Já, og í þessum staukum það eru til dæmis upplýsingar alla ábúendur. Og það mikið af þessu fólki sem að bjó á Heiðarbýlunum, það flutti til Vesturheims eftir Öskjugósið 1875 og ég held að það sé bara við eigum inni þar ferðatækifæri að fara til Vesturheims og kynna fólki ferðir til að leita upprunans. Og hérna eru gönguleiðir líka? Já, þetta við höfum verið með alls konar ferðir þarna. Bæði margra dagaferðir og gist þá í Sænudaseli. Sænudasel hefur verið svona útgöngupunkturinn og fyrir þá sem ekki vita þá starfrækt menningartengd ferðaþjónusta í Sænudaseli og búin að vera lengi og þar bærinn uppistandandi alveg eins og hann var í gamla daga. Er komið app fyrir þetta? Er það á leiðinni? Sumt, já. Hann er að ganga þetta, hann Einar Skúlason sem að gera þetta og hann búin að trakka nokkur. Ég vona hann klári einhvern tíma að klæða bílinn líka. Þetta verkefni, þú tekið lengra í mynd? Já, jú. Við fyrst gerum við þetta bara svona með gönguleikinn og staukana og upplýsingarnar og svo ferðirnar. Svo settum við svona vegvísa upp á gönguleiðar til allra staða. Svo erum við í samvinnu við Tókatækni að gera svona kynningamynd á Heiðarbýlunum. Það verður ekki svona heimildamynd en kannski að vekja áhuga fólks á að kynna sér þetta betur. Við erum að tala 28 staði hérna, 26 staði hér. Já. Þetta eru hellingur af stöðum til þess að heimsækja og... Alveg, þetta er nógu verkefni hérna. Þú getur verið hérna í mánuð og aldrei fara á sama stað. Það er alveg rosa skemmtilegt. Næst ætlum við að kíkja á Ólafsfjörð, á bryggjuna þar. Þar lítið fjölskyldufyrirtæki sem býður upp á skipulagðar ferðir á jetski, eða sæþotum eins og það heitir á íslenskunni. Fairytale at Sea fjölskyldufyrirtæki í Ólafsfirði sem býður upp á ferðir á sæþotum, bæði skipulagðar ferðir og sérsniðnar að þörfum hvers og eins. Við litum við á bryggjunni á Ólafsfirði og hittum eigendur fyrirtækisins ásamt syni þeirra sem sýndi listir sínar á sæþotunni. Við erum að bjóða upp á útsýnisferðir. Þetta ekki sæþotuleiga eins og hafa verið til á Íslandi. Þetta þú kemur og ferð með leiðsögumanni, það alltaf leiðsögumaður og það geta hámarki verið 7 og hugmyndin að sigla með því hérna bæði að Ólafsfjarðarmúla og Hvannadalabjargi þar sem að þú skoðar dýralífið og fugla og svo bara náttúruna og njóta. Náttúran frá öðru sjónarhorni. Maður er svo vanur að keyra bara með þeim fjallavegum eða fara upp í fjöll. Hérna erum við komin á annan level sem náttúrulega bara er frábært. Hvernig kviknaði hugmyndin að þessu fyrirtæki? Já, vorum búin að vera að pæla í svona siglingu með túrista en eins og slöngubátarnir, það er svolítið erfitt. Það þarf að vera skipstjóri og vélstjóri og allt þannig að duttum bara ofan á þetta. Bróðir konunnar var nefndi einmitt sæþotur. Þannig að þetta kom svona óvart bara. Svo við skelltum okkur bara á að pröfa. Þetta er líka eina fyrirtæki á Íslandi sem býður upp á svona ferðir. Það hafi verið gegnum tíðina stundum leigur á sæþotum en við töljum okkur vera svolítið í sérstuðu með að bjóða upp á bara túra eða ferðir á sæþotum. Og þetta byrjaði allt saman bara í fyrra? Já. Já, fyrir tæpu ári, já. Þetta er að rúla af stað eins og maður segir. Já, en þá næstu því kynningastíi en aðeins byrjað að panta ferðir og hérna. Og spyrjast út og svona, þetta kemur allt Hverjir eru það þá sem eru helst að sækja þessar ferðir? Fyrra sem voru það svolítið snjóslega gaurarnir á Íslandi sem langaði að fara og spóla og leika sér og sumir sem hafa farið erlendis og pröfað á sólarströndum að fara á sæþotur Meirihluti voru Íslendingar. Það eiginlega kom okkur svolítið skemmtilega óvart. Hvernig er svæðið hérna með til þessara ferða? Ég myndi bara að segja að það var kjörið. Það er svo margt að skoða hérna undir í Múlanum með fallega víkur og Haldónahörð og Mígindisfoss, Hvannadalabjarg. Það er bara óteljandi hluti sem er frábært að skoða. Þá maður fari aftur og aftur. Og svo er rosalega fallegu staður þegar einlega við endan það sem Hvannadalabjargi fyrir að lækka. Það er Sýrdalsvogar. Já, Sýrdalsvogar. Það er staður þar sem að í gamla daga þegar menn voru meira að róa á sjóinn þá lögðu þeir línu
og þú getur siglt inn fyrir svona kletta og þá fóru þeir þar og borðuðu nestið sitt og lögðu sig með hana kannski 2-3 tíma með hana fiskurinn var að bíta á og semst svo réðu þeir út og drógu línuna og fóru heim. Þar höfum við stundum farið í land þegar náttúrulega vel viðrar, farið inn í þessa vík, farið í land og svona aðeins bara á svolítið flott tilfinning að standa á einhverju skeri bara, þú veist, og maður bara með úthafið þarna og einhvern veginn, þetta er bara upplifun, sko. En til þess að fara í svona ferð þá þarf maður nú ýmsan búnað, ekki satt? Jú, sem sagt þú færð sem sagt svona flískala innanundir svo þið verði ekki kalt og svo ertu í svona bara þurrbúningi og með vettlinga og þú ert í skóm og þannig að það engin hægt að verði kalt. Svo eru hjálmar og talstöðar þar sem að ég get tala við þann sem keyrir. Þannig að hérna, það er mjög gott að stýra hópnum með því. Hvernig kemur þú að þessum ferðum hérna í fyrirtækinu? Ég er bara svona að hjálpa til og svona bara stundum fer ég með. Þeir sem vilja ekki keyra, bara vilja horfa á útsýni og svona, þá bara fer ég með þá ef þið vilja. Hvað finnst þið skemmtilegast við þessar ferðir? Já, bara að horfa á útsýnið og það er líka mjög skemmtilegt að fara hratt og já, að sjá hvali og höfrunga og svona og líka þegar það er svona smá öldur, ekki þegar of miklar en þegar það eru svona smá hossur þá var það líka mjög gaman. Til að sýna okkur hversu vel búningarnir fljóta ákvað Viljar einfaldlega skella sér í sjóinn. Hann segir það ljómandi fínt að liggja á bakinu í sjónum enda búnaðurinn góður. En hversu stóran hluta ársins er hægt að fara í ferðir sem þessar? Kannski fram í október og vonandi hægt að byrja svona í mars. Já. Það er svona, erum að vona að það gangi svona, en allt snýst þetta náttúrulega veður. Já, við fylgjum veðrinu, sko, það er bara þannig. Við stjórnum þið ekki, það stjórnar okkur, þannig það er við bara lútum því. En er erfitt að stýra þessum þotum? Er þetta fyrir hvern sem er? Það hefur engin lent í vesen ennþá, en fólk er náttúrulega misjafnt á faratækjum yfir höfuð. Sko ég held eftir svona 5 mínútur þá farur að slaka á. Fólk verður svolítið pínu stressa sko fyrst af því þetta er náttúrulega öldur og svona. En ég meina við förum ekki trætt, við leyfum fólki að venjast og svo þegar svona aðeins fara að slaka á hörðan og svona þá já ok, þetta er í lagi. Þá getur fólk fara að njóta. Já, þetta var aðeins brot af þeim ótal möguleikum sem bjóðast á ferð landið og nú getið þið farið að skipuleggja næsta sumar, farið að googla hvert á að fara á ferðalagi Ísland. En það var ekki meira í þessum þætti að sinni, sjáumst í næstu viku.